Ég held að horfurnar séu almennt ágætar. Enn hagvöxtur og hagvöxturinn í ár nokkuð góður ef við berum okkur saman við löndin í kringum okkur. Það hefur ekki verið jafn mikil lántaka eins og í síðustu uppsveiflu, þannig að það eru svona traustari stoðir í hagkerfinu heldur en þær voru allavega þá. Horfurnar framundan eru bara jákvæðar. Fer á þetta hvernig við spilum úr kjarasamningum og ríkisfjármálum. Þessi uppsveifla hagvaxtarskeið sem hefur verið síðustu árum gjörólíkt því sem var hér fyrir bankahrunið. Þessi uppsveifla var byggð á mjög sterkri útflutningsgrein, það er að segja ferðamennsku og líka sjávarútvegi sem gengið mjög vel. Þjóðarbúið skuldar miklu minna, þannig að staða okkar núna og fyrir 10 árum síðan gjörólík. 2011 það voru 500.000 ferðamenn. Við erum að sjá 2,7 milljónir ferðamenn í dag. Við tökum þá sem koma með skipunum líka. Það eru ótrúlega uppbygging búin að eiga sér stað. Það er komið markaður fyrir vöru á Íslandi. Eitthvað sem viðvarandi. Það er ekki eitthvað sem fer þó það vaxi 1% á ári núna í staðinn fyrir að vera 20–30% á ári. Það er orðin aukin óvissa. Það er óvissa í ferðaþjónustunni sem undirstöðu atvinnugrein orðin á Íslandi og kjarasamningar sem framundan eru virðast verða mjög harðir og auðvitað skapar það líka töluvert mikla óvissu. Það er náttúrulega uppi kannski flókin staða. Þeir eru búin að lýsa kröfum sínum sem eru heilt yfir svolítið hressilegar. Það er mjög kostnaðarsamt að reka fyrirtæki á Íslandi og það er ekki bara launakostnaðar hafa hækkað, heldur hefur allur annar kostnaður við að reka fyrirtæki og það er ákveðin ógnun við að vera með fyrirtæki sem sérstaklega byggir á hugviti hér á Íslandi. Og við vitum það að ef við ætlum að tryggja hagvöxt til lengri tíma þá verður það að byggjast á hugviti. Við þurfum að byggja fjórðu stoðina sem er skapandi greinar. Ég held að klálega að það verði fyrirtæki munið þurfa að breyta sér í takt við bara nýja tækni og við erum klálega að bregðast til því og teljum okkur verið að koma með retail fyrirtæki sem getur tekið svona forysthlutverk í að leiða breytingar í smásöluverslun. En hvort það verði í öðrum geirum, ég veit það ekki en það kemur ekkert óvart. Svo þarf einfaldlega að auka framleiðni í okkar hagkerfi. Við þurfum auðvitað að gera margt til að tryggja það, eiga enn sterkara menntakerfi. Okkar viðskiptaumhverfi þarf að verða gegnsærra og við þurfum að styrkja nýsköpun.